ekki of nálægt teppinu. Úlfurinn ætti í kringum tré, þarna. Ekki alveg Og leit upp til þeirra gráðugum augum. Hann sleikti alveg út um. En Pétur, hann stóð á bak við læsta hliðið, hann Pétur, og hann sá allt sem fram fór. Hann var ekki hræddur við úlfinn. Hann hljóp inn í hús og hann sótti þaðan. Hann Pétur, já, og hann klifraði upp í tré. Svo sagði hann við fuglinn. Fljúgðu niður, sagði Pétur, litla fuglinn. Fljúgðu fyrir framan nefið á úlfinum. En gættu þess bara að það nái þér ekki. Fuglinn flaug rétt inn húsins og úlfurinn reyndi eins og hann gat að ná í hann. Mikið gerði litli fuglinn úlfinum kraftur meði og mikið reyndi úlfurinn að femma hann. En fuglinn var kælt og úlfurinn gat ekki á honum. Á meðan þá hafði Pétur búið til snöru í kaðlinum og hann lét snöruna síga niður og festi snöruna skottið á úlfinum. Þegar úlfurinn fann að hann var fastur, ætti hann fram og aftur og reyndi að losa sig. En því meira sem úlfurinn hljóp, þeim mun fastari var hann í snörunni. En þá komu veiðimenn út úr skóginum. Allir veiðimennirnir sjáu þig. Þeir höfðu rakið slóð hússins og skutu nú úr byssum sínum á hann. En Pétur sat upp í trénu og kallaði til veiðimannanna. Hvað sagði Pétur? Hugsið ykkur bara alla skrúðgönguna. Fyrstu gekk Pétur og Pétur koma niður úr trénu. Fyrstur gekk Pétur sigri hrósandi. Sagði hinn Pétur. Á eftir honum komu veiðimennirnir. Og grái úlfurinn. Síðastir komu afi og kötturinn. Afi hristi höfuðið ólundarlega og sagði: Ef Pétur hefði ekki hefðum þeirra flaug litli fuglinn og söng glaðlega. Sjáið bara hvað við Pétur hefum veitt vel. Og ef vel var hlustað, þá mátti heyra öndina gagga í maga úlfsins. Heyrið þið öndinni?